Ragnheiður Björk heiti ég, búin að vera að vinna núna með ykkur hérna hjá Bændasamtökunum í að verða ár. En við sem þetta erum búin að vera að vinna síðustu misseri að þessum vegvísi og þetta nú svo sem ekki eitthvað sem sprettur og engu við hérna á mikilvæg vinna sem við farið í þennan vegvísi og hérna bakgrunn hans, greiningar hérna og vinnustofuvinnu og hvaðan á síðustu árum. En það sem við vorum að gera núna síðustu misseri var að taka þetta svona almennilega saman og byggja í rauninni svolítið upp einhvers konar roadmap eða vegvísi fyrir okkur sem stétt sem að kemur í rauninni ekki niður á okkar helstu og stærstu hlutverkum í íslensku samfélagi. Það sem við ætlum að gera núna í rauninni bara að gefa ykkur svona smá innsýn inn í þetta, inn í þessa vinnu, á hverju þessi vegvísi byggir, en sömuleiðis að kynna bara örstutt fyrir ykkur þessar aðgerðir án þess að fara þó í nitty-gritty og svolítið svona einmitt að ræða frekar svona hlutverk okkar bænda í þessari loftslagsvegferð og hérna, já, ég ætla að fá að renna einmitt í gegnum bara svona svolítið hérna eins og sem bakgrunn og yfirlitið áður en að ég hérna gefa orðið laust en samt sem áður á meðan á kynningunni stendur og hvet ég ykkur eindregið til þess að skrifa þá jafnvel bara inn athugasemdir og spurningar í chatið ef það eru líkur á því að það gleymist. En síðan að yfirferðinni lokinni þá ætla ég þá ætlum við bara að opna fyrir umræður og það svolítið kannski tilgangurinn í dag að taka svolítið umræðuna hérna með ykkur það sem við erum leggja hérna fram. Við erum mjög opin fyrir allri gagnrýni, allum athugasemdum, hvað getur betur farið, spurningum og hvaðna. Það mjög mikilvægt að við séum að vinna þetta saman. Þannig að það svolítið svona ástæðan þess að við teljum mikilvægt að koma þetta saman í dag. Mjög ánægð að sjá þau ykkur sem hafa komið. Gefa ykkur tíma til þess að vera með okkur. Þannig að við bara heldum aðeins áfram. Ég ætla að við skipum bara aðeins yfir. Nú náttúrulega getur ekki, heyrir hann ekkert, veitu? Sjá, kannski get ég bara hægt sjálf. Já, við ætlum að taka ætla að fara eins og segja aðeins bara svona yfir innan grunn og svo kíkjum við frá uppbygginguna á vegvísinum. Þá ef við byrjum bara á grunninum að þessi vegvísir, þetta einhvers konar stefnumótun það hvar við erum þá stefnumótun það hvernig við bændastéttin sjáum fyrir ykkur að leggja hönd á plóg þegar kemur að loftslagsvegferð Íslands og gera það í sátt og samlyndi við bara sjálfbæran rekstur okkar bíla. Það þýðir fyrst og fremst að allar þær aðgerðir sem við leggjum það fram að það snúast þá að draga úr losun sem verður til fyrir tilstilli okkar reksturs án þess þó að það komi niður á okkar fjárhag heilsu eða öðru slíku og þá sérstaklega mitt bara með hliðsjónar af fæðuöryggi í landinu sem okkar helsta hlutverk í velferðarsamfélaginu á Íslandi. Þannig að án þess að fara eitthvað með langlokur eitthvað umfram það þá þetta svolítið grunnurinn á vegvísunum sprottin upp úr umhverfisstefnu bændasamtakanna umhverfisstefnu landbúnaðarins og það rauninni svolítið hugmyndin að við erum að raungera þær pælingar sem hafa verið í gangi ykkar á meðal á síðustu árum og sérstaklega svona þessari umræðu sem hefur átt sér stað bæði innan okkar raða en einnig svolítið þessu umræðu sem hefur átt sér stað okkar rekstur. Ef við höldum aðeins áfram mikilvægt við gerum okkur grein fyrir að við erum ekki að finna upp hjólið. Sjá, þetta ekki virka. Heyrðu mig nú? Heyrðu mig, bíða aðeins, við erum þetta greinilega eitthvað pínutæknilega örðuleikar. Þið sjáu bara innlitið í allt saman í einu, það bara fínt. Þetta svona smá svindlaprófi. Það gott að, eins og segi, áttum frá því að við erum ekki að byrja á reit 1. Það ákveðin vegferð sem hefur átt sér stað
og það gríðarlega mikill árangur sem hefur náast innan stéttarinnar þegar það kemur að losun fyrir afurð. Þannig að í rauninni snýst þetta svolítið að tryggja það að þessi áframhaldandi vegferð eigi sér stað og við náum þá þeim meiri árangri heldur en við hefum náðst hingað til. Við stefnum beint að því að auka afurðaframleiðslu, það okkar helsta markmið á bakvið vegvísi og þar að auki þá vitum við að það gríðarlega mikilvægt að nýta vel aðfanga okkar og það náttúrulega flest bíli hér á landi sem fara mjög vel með sína aðföng, en þar svona ákveðin tækifæri bara í því að vinna betur saman eða hvað betur mætti fara og annars slíkt. Við erum svolítið að skoða að tengja þetta betur inn í umræður og viðræður búvörusamninga og erum þá í rauninni í þeirri mynd að skoða svolítið hvaða fjárfestingarstyrkir myndu nýtast okkur sem best og nýtast þessari vinnu og þessari vegferð sem best. En eins og við segjum þá snýst þetta svolítið bæði samdrátt á þeirri losun sem á sér stað fyrir tilstilli okkar reksturs, en einnig möguleikana á því að binda á móti með ýmsum öðrum aðferðum. Þá við verpum bara fram stóra markmiðinu í þessum vegvísi að þá snýst þetta að framleiða loftslagsvænustu afurðir í heimi. Hér erum við svolítið að brjóta okkur úr þeirri umræðu sem hefur átt sér stað á síðustu árum það að við þurfum að ná ákveðnum brúttósamdrætti í stéttinni og þetta náttúrulega svolítið endurspeglast að því að hið opinbera hefur skuldbundið sig til að ná brúttósamdrætti, þar að heildarsamdrætti og heildarlosun landsins, sem þýðir að absolutt tölur þurfa að nást og mörgu leyti fremur óraunhæfar aðgerðir þurfa að ganga í garð. En það sem skiptir okkur hér sem bændastétt allra mesta máli númer 1 að tryggja hér fæðuöryggi í landinu og þar með í rauninni styðja við mikið og gott þjóðaröryggi, sérstaklega í ljósi aðstæðna og ljósi þeirra mætti segja ólgu tíma sem við búum við. Svo náttúrulega mjög mikilvægt að við tryggjum matvælaöryggi, það að segja að afurðirnar okkar séu upp á háa standarda, að við séum að styðja við Ísland sem velferðarríki og bara heilsu landans. Og síðast en ekki síst að þetta snúist í rauninni það að okkar bíli séu sjálfbær í rekstri og það þýðir náttúrulega að afkoman sé góð, að afurðirnar séu að góðum gæðum og þá myndi að sömuleiðis að losunin sé þá frekar minni per einingu sem við framleiðum. Það sem við meinum svolítið, til að fá að útskýra þetta aðeins betur, það sem við meinum svolítið með þessu að við skoðum bara sögulegt samhengi. Við vitum að það hefur gríðarleg aukning á sér stað á síðustu árum þegar kemur að fólksfjölgun á Íslandi. En sjáum við mat á því hversu margir eru í mat á Íslandi. Það að segja bæði íbúaþróunin sem hefur farið vaxandi á síðastliðnum áratug, en sömuleiðis náttúrulega almennt þá ferðamenn sem að koma til landsins. En það þurfum við náttúrulega að fæða og klæða allavega að fæða þá aðila sem eru hér hverju sinni. Þetta hér sjáum við ákveðna aukningu. Við höldum svo áfram að á sama tíma erum við að sjá trend sem í hlutfalli þeirra framleiðslu sem við stöndum fyrir á Íslandi bara svolítið niður. Það að segja bara frá árið 2009 að þá hefur það hlutfall matvæla sem við framleiðum af þessum matvælum sem tryggð eru fyrir þessar fólksfjölgun sem við ræddum áður, að þar hefur það byrjað 10% samdráttur á sér stað það hversu mikið hlutverk við þá spilum í þessari veita viðkomandi matvæli. Þetta eru þá þessi tvö stóru trend sem við erum að skoða þegar það kemur að því að framleiða þá loftslagsvænustu afurðirnar. En markmið okkar náttúrulega snýst svolítið mikið það. Við sem stétt, ef við ætlum að tryggja almennilega hér fæðuöryggi og sinna þar af leiðandi okkar skyldum, að þá viljum við væntanlega auka það hlutfall
þeirra matvæla sem neytt eru hér á landi, við viljum auka það hlutfall sem að við í rauninni bjóðum fram. Þannig að það kannski svona einu af þessum forsendum sem við erum að leggja til hérna í þessum vegvísi að við erum að reyna rétt af kúrsinn. Við viljum hækka í rauninni þetta hlutfall aftur og þurfum þar að leiða að spýta svolítið lófan og auka í rauninni almennt á framleiðslu hér á landi. Svo ég minnist á svona bara létt í lokin að því á það sem sagt að hversu að við erum ekki að finna upp hjólið, við erum ekki að byrja upp á nýtt eða eitthvað slíkt. Af því að bændastéttin hefur kannski fengið svolítið á sig skell síðasta sérstaklega kannski 5 árin og gagnrýni varðandi þessar lífræna losun sem á sér stað við rekstur okkar. Við viljum svolítið rétta þetta málfar af og gera fólki grein fyrir því að jú, framleiðslan hefur aukist hér á landi samhliða losuninni, hins vegar þá hefur þetta ekki aukist á sama hraða sem að gera það reynlega verkum að frá árinu 2005 fram til ársins 2021 í það minnsta, þar höfum við nefnilega séð alltaf 30% samdrátt í losun á hverja framleidda matvæla einingu af hálfu stéttarinnar. Og þetta hér í rauninni svo vegferð sem við viljum halda áfram. Það þessi vegferð og þessi árangur sem við viljum í rauninni bæði gefa svolítið góðan byr undir, við viljum gefa þessu góða vigt í rauninni, en við viljum halda þessari vegferð áfram. Þannig að það gæti þýtt að ef við horfum á súlurnar að þá erum við að tala þessa framleiðslu. Við viljum sjá aukningu í framleiðslu hérna á landi. Þannig að við séum sjálfstæð þjóð og á sama tíma viljum við þá sjá að við séum með svona ákveðið kapp á þessar losun, þessar rauðu línu per framleidda einingu. Þannig að þetta haldist allt saman í skefjum. Búin að fara með góða langlokum þetta, en ég held að það sé mjög mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir þetta í einu og öllu þegar við bæði að ræða saman þessu loftslagsvegferð okkar, en sömuleiðis náttúrulega bara þegar við erum að skoða aðgerðina sem við leggjum til. Þess að bara halda stutt áfram almenna bakgrunninn. Við höfum svolítið lagt á okkur að eins og við sjáum bara leggja áherslu á að hversu mikilvægt hlutverk við spilum í þjóðfélaginu og í samfélaginu. En sem sagt hér til vinstri þá sjáum við sem sagt þennan sjálfbærni þríhyrning og það í rauninni svolítið mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því aftur að þegar við förum í þessu loftslagsvegferð þá má ekki koma niður á öðrum umhverfisþáttum. Við viljum ekki að koma niður á okkar samfélagi, hvort sem að það sé þá almennt samfélagi út frá fæðuöryggi en líka bara okkar bændaheilsu og annars slíks. En svo skiptir einmitt máli að hagkvæmnin sé til staðar. Og þar alveg reyndum við svolítið að hugsa aðgerðirnar út frá því að það væri að þær myndu þá frekar jafnvel skila sér helst í það minnsta til lengri tíma í hagkvæmari rekstri. Við erum mikilvæg stétt, við vitum það. Við erum ekki bara stétt sem stendur fyrir 3800 störfum í landinu, heldur skilum við miklu framleiðsluvirði sömuleiðis. Við erum búin að sjá aukna framleiðslu á síðustu árum og svo náttúrulega eru afleidd störf sem að koma út frá landbúnaði. Þessi vinna við þennan vegvísi, okkur þótti einnig mikilvægt að tengja hana svolítið vel við það sem að til það eru ýmsar stefnur, áætlanir og markmið til hjá henni opinbera sem við töldum í rauninni vera ef við gætum, ef við næðum að tengja það almennilega saman þá væri það í rauninni okkar málsvara til bóta að við séum að einhverju leyti samtakta þeirri stefnu sem hið opinbera leggur sér. En svo náttúrulega snýst þetta mjög miklu leyti og sérstaklega byggir sérstaklega á bara stefnumörkun og umhverfisstefnu landbúnaðarins hjá bændasamtökunum. Þá kemur það bara að vegvísinum og við erum svona aðeins búin að átta okkur á bara þessum þangagangi sem liggur bakvið okkar rullu eins og ég segi í fæðuöryggi sérstaklega í landinu. Þetta markmið að við tryggjum sjálfbæran og arðbæran búskap
sem að framleiðir í rauninni loftslagsvænni afurðir heldur en ella. Ef við horfum þá í rauninni bara á losunina, við sem sagt horfum á heildarbrúttótölurnar, hvaðan kemur losun í búrekstri og út frá þessum tölum í rauninni vildum við svolítið átta okkur á því hvað raunverulega hægt að gera og þessa spurning hvað hægt að gera svörum við þá í rauninni svolítið vel með því að átta okkur á því hvað bæði hefur verið gert hingað til, hvað eru aðrar þjóðir að læra af og svo hefum við lagt annað til, alltaf þó með þeim fyrirvara að við förum ekki full force áfram með eitt eða neitt nema að fyrir hendi séu sannprófunum og sérstaklega við þær aðstöður sem við vinnum við. En að öllu jöfnu þá sjáum við hérna bæði ljósan reit vinstra megin og svo dekkri reiti hægra megin og það kannski svolítið hérna þessi skipting sem við viljum halda til haga. Með ljósa reitin þar sjáum við landnotkun sem að kallast LULUCF samkvæmt bókhaldi hins opinbera í hérna fyrir hönd Evrópusambandsins, en það sem svolítið mikilvægt við áttum okkur á hér og í rauninni við tryggjum þessa orðanotkun að við sem bændastétt, við berum ekki ábyrgð á þeirri losun sem á sér stað í landnotkunni, hins vegar getum við haft gríðarleg áhrif á þá losun eða bindingu sem á sér stað í landnotkun. Og þar af leiðandi viljum við alveg adressa það og við adressum það hér í vegvísinum. En það svolítið svona hugsuninni að skipta þessu úr því á milli þess og annars vegar og svo hérna þessi dekkreitir, þá losun sem að við berum raunverulega ábyrgð á fyrir tilstilli okkar reksturs. Og þar erum við með eftirfarandi skiptingu, langstærsta losunin af heildartölu allra bænda á landinu kemur út frá iðragerðum búfjár. Þar á eftir það í rauninni ábyrgðarnotkunin og svo losun sem á sér stað þar. En sem sagt ábyrgðarnotkunin, þar erum við þá bara að tala um túnræktina og hérna það sem kemur út frá ábyrgðarnotkun og túnrækt og akuryrkju fyrirgefðu. Síðan erum við hér þar á eftir með ræktunarlandið, en þetta þá í rauninni þessi nitróxíð losun sem á sér stað þegar að jarðvegur nýttur til ræktar, svo sem túnu eða ökrum. Þannig að það í rauninni annars vegar svona kannski ónáttúrulegri losun og hins vegar svo losun sem á sér stað bara fyrir að náttúrunni hendi á túnunum okkar. Og síðan erum við með meðhöndlun búfjárábyrgðar sem næst minnsta flokkin hérna. En það í rauninni svona aðallega með þessi losun sem á sér stað út frá hauggeymslunum okkar. Síðast en ekki síst þá lítil, mjög lítil en einhver losun sem á sér stað út frá rekstri okkar búvéla og það en þar erum við þetta eini parturinn í allri þessar losun sem á sér stað og ekki lífræn losun, þar að segja þessi losun vegna bruna jarðefnaeldsneytis á meðan öll önnur losun sem þessi 4 aðrar kategóríur sem við erum búin að nefna. Þar erum við svolítið að tala bara náttúrulega ferla og hvernig við getum þá mögulega haft áhrif á þá ferla, tappað af eða tappað á þá losun eða nýtt losunina til annarra nota eða hvað annað. Við erum ég ætla kannski að sleppa að fara og nitty-gritty í þá losun sem nákvæmlega kemur hérna í kjölfarið. En svona bara til upplýsinga þá erum við með alveg búin að negla niður svolítið vel alveg bara á hvert tonn, fyrir svo sem við veit hvað tonn af CO2 þýðir. En hér við áttuðum okkur svolítið á bara með að horfa á á tölfræði hins opinbera, áttuðum okkur svolítið einmitt á bara hvar við ættum að leggja áherslur, okkar áherslur og vægi í vegvísinum. Þannig að við getum sem markvissasta hætti unnið á þessari vegferð. En ef við þá bara skoðum grunnforsendurnar áður en ég sýni ykkur svolítið inn í aðgerðirnar, að þá aðgerðirnar sem slíkar sem við erum að fara að kynna fyrir okkur eða sýna ykkur, þær snúast raunverulega bara hvað getum við gert, hvernig getum við hliðrað til eða breytt til í okkar búrekstri til þess að hafa áhrif á losun eða minnka losun eða jafnvel auka bindingu.
En í grunninn, það sem mjög mikilvægt og við erum svolítið að tala, svolítið tala fyrir í samstarfi við hið opinbera, þáverandi matvælaráðuneytið, núverandi atvinnuvega og að einhverju leyti náttúrulega umhverfis- og loftslagsráðuneytið, snýst í rauninni þrennt. Og það númer 1 að við séum með góðar og gildar rannsóknir sem að leiðir af sér mikilvæga nýsköpun að sjálfsögðu. Og hér snýst þetta náttúrulega líka svolítið það að rannsóknirnar séu gerðar við íslenskar aðstæður og annað slíkt, en líka einmitt að við sjáum sem sagt, að með góðum ítrunum að einhver aðgerð skilur raunverulegum árangri og við getum náttúrulega lært mikið annað staðar frá, en þetta kannski svolítið lykillinn hjá okkur. Við viljum tryggja það að fara ekki of geyst af stað, eða hér verði ekki farið of geyst af stað, heldur séum við rauninni að byggja okkar aðgerðir og framkvæma okkar aðgerðir byggt á niðurstöðum rannsókna. Þá númer 2, það sem okkur þykir óheyrilega mikilvægt, í rauninni gagn og gagnasöfnun. Það sem við eigum við með því að við erum náttúrulega þið sýslið á hverjum degi með ógrunni af ólíkum bókhaldskerfum. En hér þykir okkur rosalega mikilvægt að það verði gerð einhver svona tenging, almennileg tenging, þar sem að ykkar raungögn verði nýtt inn í inn í ákveðna gagnagrunna sem að hjálpa okkur svolítið að taka upplýstar ákvarðanir. Þetta gæti meðal annars þá ef við horfum á heildartölur og heildaraðgerðir frá stéttinni eins og leggur sig, bara sem ákveðin iðnaður í landinu, að þá gæti með betri gagnsæi og áreiðanlegri gögnum og markvissra gagnaöflun og gagnavinnslu, að þá gæti jafnvel hið opinbera farið í að beita fjármagninu betur, og við getum tekið þá í rauninni líka upplýstar ákvörðun það hvernig við háttum okkar búskap, hvort að við færum okkur einhver staðarfrávik til hægri eða vinstri. Síðast en ekki síst, þá finnst okkur ótrúlega mikilvægt að við leggjum mikla áherslu á öfluga ráðgjöf. Við erum náttúrulega með RML, þar erum við einnig með loftslagsvænan landbúnað, en okkur þykir rosa mikilvægt að vinna með hún opinbera núna í því að breikka þáttöku aðila í loftslagsvænum landbúnaði, reyna að fá svolítið fleiri aðila að borði í það minnsta til þess að hefja ákveðna vegferð og sjá þá í rauninni arðsemi þess að taka þátt í ákveðnum aðgerðum og svo náttúrulega að hraða innleiðingu þessa aðgerða með því að læra af aukinni þátttöku. Aðgerðirnar, þær eru settar fram á eftirfarandi þátt. Þetta ég ætla ekki að staldra lengi við, þetta getur orðið pínuflókið, en hugsunin hér að allir, eins og myndist á áðan, allar þær aðgerðir sem að koma fram í vegvísinum, þær þurfa að fara gegn mjög ígrunda ferli. Það við höfum séð það einum of oft, að farið eins og ég segi, of geyst af stað og eftir á að hyggja hefðum við geta gert eitthvað betur, A eða B, einhverjar rangaupplýsingar voru til staðar og mögulega voru aðgerðirnar skaðlegri heldur en ella. Og svo náttúrulega má ekki gleyma þessari heildarsýn sem snýst matvæla og fæðuöryggi. En það eru kannski 3 meginstig sem að aðgerðirnar fara í gegnum, og þá færum okkur frá þessu hugmyndastigi sem við erum búin að vera að vinna svolítið mikið með á síðustu árum, og þá bara spretti upp hugmyndir, einhver greining á sér stað, það eru rannsóknir sem að poppa upp, við erum að læra þetta annars staðar frá hvað annað. Svo förum við yfir í þróunarstigið og þar þarf að greina frekar mismunandi ávinning út frá þessum sjálfbærnisjónarmiðum, fjárhagslegum, loftslagsávinningin og samfélagslega ávinningin. Svo viljum við náttúrulega samprófa þetta. Við vitum að við erum að byggja margt á erlendum rannsóknum og það geta verið mjög áreiðanlegar, en kannski einhver örlítil frávik sem að við viljum gera ráð fyrir miðað við íslenskar aðstæður. Og þá viljum við náttúrulega að við séum upplýst það þannig að við förum í rétta átt með okkar vegferð. Þetta þýðir líka að við þurfum að skoða viðfangsefni út frá mögulegum reytrindum greinum, fá vottanir það á við og þarfnumgötum. Þetta svolítið svona bjúrókratjan á bakvið aðgerðirnar. Og svo náttúrulega samhliða þessu þurfum við að skipuleggja hvernig við munum koma til með að innleiða þetta. Hvort að það sé bara upp á okkar eigin spýtur, þetta gert í samstarfi við opinbera, hvers konar aðkoma frá hana opinbera, fjárhagsleg, hún í öðru formi eða þarfnumgötunum. Og svo síðasta skrefið þá aðgerðarstigið, en þar snýst þetta bara það hvernig við innleiðum þetta þvert yfir stéttina og þurfum að fjármagna,
B. Hefja innleiðinguna, C. Fara í árangursmat út frá þá náttúrulega bara bókhaldskerfi umhverfisbókhaldinu og svo rosa mikilvægt að við höldum svolítið til haga svona reglulegu endurmati. Af því að ef einhverjar forsendur brosta, þá þurfum við að geta hoppa aftur tilbaka. Við þurfum að geta sýnt okkur sem stétt ákveðið mildi og líka samstarfi og samtali okkar við opinbera vera svolítið, góð við okkur í því að geta sagt, heyrðu, ok, við erum búin að eyða kannski einhverjum fjármunum í eitthvað, en við sjáum að vegferðin að fara í strand eða við erum að taka 10 gráður í vitlausa átt eða annars slíkt, þá þurfum við að geta sagt, heyrðu, nú erum við bara búin að læra að þetta kannski ekki það besta, við þurfum að taka nokkur skref tilbaka. Þannig að þetta í rauninni, þetta yfirleitt svolítið að hjálpa okkur að tryggja það að við byggjum á sterkum grunni að við fáum góðar og margar ábendingar og hugmyndir allstaðar frá, en að við séum alltaf að meta það hvort að við séum að vinna okkur í rétta átt. Nú erum komin algjör landglögga bakgrunninn, þannig að þið hljóta að vera alveg æsispenntir að heyra meira aðgerðirnar. En ég ætla að gefa einhverju, eins og ég segi, meira yfirlit og opna svo bara orðið. Við getum náttúrulega að fara aðeins í ítarefni á einstaka aðgerðum, en það sem ég myndi kannski helst vilja hvetja ykkur til þess að gera frekar að hafa jafnvel samband við okkur eftir á ef það eru með einhverjar stórar spurningar einhverjar sérstakar aðgerðir og bara hvort sem að sé með ábendingar eða bara almennt spurningar eða hvað annað. Þannig að ég hvet ykkur endilega til þess að gera það, en ég ætla bara svona gefa ykkur svolítið bara svona gróft yfirlit yfir þessar aðgerðir og fyrir hvað það er svona standa. En hér sjáum við þessa skiptingu. Við erum með samfélagslosunar landnotkunina og samfélagslosunin einmitt þessar aðgerðir sem að við, aðgerðir sem tengjast þeirra losun sem að við berum ábyrgð á. Og svo hægra megin, landnotkunin, það sem sagt það eru aðgerðir sem að hafa þá áhrif á þá losun sem að við einmitt getum haft áhrif á tengt landnotkuninni. Svo neðst erum við með það sem við köllum þverlæg áhersluatriði, en það er einmitt kannski meira svona viðbótaraðgerðir eða stuðningsaðgerðir eða því líkt. Svo ég hoppi þá aftur upp í fyrsta hlutann sem að snýst þá þessa samfélagslosun okkar reksturs, eða vegna okkar reksturs. Að þá undir undir búfjárræktinni, að þar fyrir ekki búfjörnu, að þar erum við með 3 aðgerðir. Þar erum við með eina sem að snýr beint að búfjárræktinni, aðra iðragerðina og svo þriðju búfjáráburðinn. En sem sagt varðandi fyrstu aðgerðina við búræktina, að þá snýst þetta í rauninu að leggja svolítið áherslu á framleiðni aukningu. Það er að segja að við fáum frekari afurðir per einingu, hvort sem að einingin sé einmitt okkar búfé, eða ólíkt búfé, en að við fáum þá í rauninni meira úr okkar ræktun. Þannig að þetta er í rauninni ákveðin bestun á bara okkar búskap og myndi þá skila sér bara í hreinni betri afkomu. Og hér eru ýmislegt eins og hugmyndir það hvernig getum nýtt kynbótastarf, bústjórn, bættan aðbúnað, heilbrigði búfjár, fóðurinn og hvað annað. Síðan erum við hér með iðragerjun, en þar snýst þetta sem sagt að skoða notkun íblöndurefna vegna iðragerjunar. Og við höfum eflaust flest séð hvað gekk á mið-norður-Evrópu síðustu misseri varðandi þessi íblöndunarefni. Þannig við stígum að sjá sem mjög hægt í jarðar, en við vitum náttúrulega einnig að það eru rannsóknir í gangi inn á Hvanneyri á vegum LBHÍ þar sem að mjög mikill og góður árangur hefur nást á því að nota íblöndunarefni í fóðrið. Þannig að ef við sjáum að þetta hafi engin neikvæð áhrif á framleiðni búfjárins A og B hafi heldur ekki neikvæð áhrif á heilbrigði búfjársins, að þá í rauninni erum við kannski koma með þetta græna ljós sem við þyrftum til þess að fara þá í kjölfarið að skoða með hinu opinbera hvernig væri hægt að innleiða svolítið þvert á stéttina notkun slíkra íblöndurefna. Síðasti hluturinn hér snýst búfjáráburðinn og þá erum við kannski mest einmitt að hugsa þá hönnun hauggeymslana,
að breyta þá meðhöndlun búfjáráburðarins og jafnvel að skoða þá innlenda vinnslu og við erum svo sem að vinna hjá Bændasamtökunum fyrir ykkur hönd að slíku verkefni þar sem að við viljum svolítið átta okkur á því hvernig við getum nýtt sem best allan þá búfjáráburð sem fyrir ekki allan þann úrgang sem að fellur til inn í landbúnaði. Þegar kemur að búvélum þá snýst þetta orkunýtni og orkuskipti. Við leggjum ekki mikla áherslu svo sem á viðkomandi málaflokk en bara sögum eins og segja stærðarna eða smæðar þessara losunar en hér viljum við samt draga svolítið fram að það sé mikilvægt að við hugsum svolítið út í það hvernig hægt að innleiða lausnir á ólíkum búum sem að betrumbæta nýtingu þessara búvéla. Það segja er hægt að nýta sér einhvers konar GPS-lausnir sem að fara þá betur yfir túnin okkar, er hægt að horfa meira til deilihagkerfislausna, bæði þá til þess að nýta betur náttúrulega aðföngin en einnig til þess að vera það sjálfar, en einnig kannski til þess að tryggja það að stórar miklar orkuskipta fjárfestingar gerðar auðveldari en ef hvert eitt og einasta bú þyrfti að fara í slíkar fjárfestingar. Svo erum við hoppum yfir í landnotkun til ræktunar. Þá erum við annars vegar með áburðarnotkunina og hins vegar með nýtingu lands til ræktunar. Varðandi þá áburðarnotkunina, þá snýst þetta rauninni bara að hámarka nýtingu áburðarefna. Og svo með því erum við svolítið þessar pælingur að færa sig mögulega í bara, aukna sýnitöku, betri áætlanagerð, getum við farið í eitthvað svona markvisst og skipulagt viðhald á framleiðslu landi. Hér snýst þetta líka að skoða þá markvissa kölkun á túnunum, nýtingu áburðar á túnunum og jafnvel jarðvegsbætandi efna. Og svo til viðbótar sem tengist kannski svolítið búvélarhlutanum, hvernig gæti þetta allt saman verið unnið með frekari nákvæmnisdreifingu og viðkomandi búnaði, niðurfellinga og tölvustýrði dreifingu og öðru slíku. Þegar kemur svo að bættri nýtingu lands til ræktunar, að þá erum við rauninni að horfa til þess hvernig getum við þá aukið uppskeru og bæta þar að lendi nýtingu landsins, þar að segja per hektar. Hér erum við þá komin eins og með búfjárræktina per grip. Hér erum við að tala hvernig getum við betrumbætt afkomu hvers hektara eða hvers fermetris eða bara hvers giga sem við erum að vinna með. En hér gætum við nýtt til að mynda þá jarðræktarskýrsluhald, markvissa kennslu, fræðslu, hvort sem að fræðslan sé bara í gegnum ráðgjöf eða kannski svona meira peer-to-peer þar sem að svona bændahópar komið saman eða annað slíkt. Við erum einnig að skoða það hvernig jarðræktarstyrki geti tengst hér inni og hvort að skiptiræktin geti orðið að einhverjum fengi stærra hlutverk, undirbúningur fyrir túnuna fyrir veturinn, markverður jarðvinnsla og sömuleiðis aðferðafræði við framleiðslu landsins. Þá síðasti hlutin hér innan þessa ramma þar sem við erum að tala að sem að við raunverulega, þá að losun sem við berum ábyrgð á, þá erum við að skoða garðyrkjuna, þá erum við með ræktun innan hús, sérstaklega, og þar erum við svolítið að tala þessa almennu, bara betrumbættu nýtingu aðfanga inn í ylræktinni. Og þar erum við svolítið að tala bara allskyns fjárfestingu í aðbúnaði, þar að segja byggingu eða endurbótum í gróðurhúsuna með annars slíkt. Og þetta geti þýtt einhvers konar innleiðing á tæknistýringu, ljósabúnaði, nýtingu virkjunartjálda og annað slíkt. Þar erum við svolítið aftur svipur reiki og að nýta áburðin okkar betur með ýmsum með upplýstum ákvörðunum og betrumbættu búnaði þá er hugsunin slíkur sama innan þessa flokks. Ég ætla í ljósi þess hvað tíminn líður, þá ætla ég að skauta svona fremur fljótt yfir svo landnotkunaraðgerðirnar, en þar erum við með annars vegar með landnotkunarbindingar og 3 aðgerðir
og svo hins vegar landnotkun til beitar. En í landnotkun til bindingar þá snýst þetta bændaskógana. Þetta snýst framræsta ræktunarlandið og möguleikann á einhvers konar endurheimt á einhverjum landsvæðum og svo bindingu í jarðvegi eða landgræðslu. Á meðan landnotkun til beitar snýst núna beitarnýtingu og það hvernig við getum nýtt hana sem best til þess að auka bindingu í jarðveginum. Þegar við skoðum bændaskógana þá erum við svolítið að hugsa til þess að það tvenns konar bændaskógar til. Það annars vegar skógrækt. Við erum annars vegar að tala þá sem stunda nytjaskógrækt og svo hins vegar þeir bændur sem stunda alls konar landbúnað og þar að auki séu að fara þá í einhvers konar skógrækt, hvort sem að það sé þá með skjólbeltum eða beitaskógum eða skjólskógum eða öðru slíku. Við viljum svolítið aðskila þetta og gefa báðu svolítið með svolítið sitt svið og erum búin að vera að skoða hvernig við getum þá, með hvað móti væri hægt að tryggja það að við fengjum viðbótarstuðning til dæmis í formi kaupa á kolefnismarkaði, eyðinga á kolefnismarkaði, en einnig svolítið bara draga fram þetta prinsip sem að kallast agroforestry, þar sem við erum svolítið að nýta skógana til eins betra í okkar landbúnaðarræktun, hvort sem að það sé þá með búfénu eða með í samvinnu með ræktun á jörðum okkar. Þegar kemur svo að framræsta ræktunarlandinu að þar viljum við leggja svolítið áherslu á það að það þarf ef að fara í endurheimt þá þarf að gera það með mjög markvissum hætti og þar leggjum við mikla áherslu á það að það land sem í rækt nú þegar, það enginn að fara að fylla upp í þá skurði. Ef við erum með land sem framræst og það ekki í notkun en við höfum mögulega áhuga á því að auka ræktun okkar og nýta þar með þess viðkomandi skika, þá erum við ekki að fara að framræst endurheimt á þetta votlandi. Ef að þetta kannski land sem að henda þá frekar til illa fyrir akurrækt eða túnrækt og ekki í notkun en væri möguleiki að nýta í skógrækt, þá það kannski frekar möguleiki heldur en að fara í endurheimt. Ef að hins vegar landskiki ekki nýttu til landbúnaðar og þar af leiðandi ekki nýttu til þess að tryggja hér fæðuöryggi eins og við hefum lagt svolítið mikla áherslu á, þá getum við farið í þetta samtal, þessi virði að fara í endurheimt votlendis. Og þar náttúrulega snýst þetta líka bara vilja bænda en einnig þá bara fjárhagslega hvata til þess að viðkomandi fari þá í endurheimtina. En fyrst og fremst snýst þetta það að við viljum halda ræktuninni í gangi þar sem hún á sér stað á framræstu votlandi og nýta það land sem þá hentugt til landbúnaðar, en sömuleiðis að við viljum auka, eins og við tölum byrjun, við viljum auka framleiðsluna okkar og það með auka svolítið hlutfall okkar eða svolítið okkar rullu í neittum matvælum á Íslandi og það þýðir það að við þurfum að endurskoða mögulega einhverja skika hvort að þeir falli bara finna vel vel til þess falli til þess að stunda frekara landbúnað á. Annars getum við að fara að ræða endurheimtina. Svo með varðandi bindinguna, þá erum við að tala þennan carbon farming og þetta allt saman ennþá svolítið mikið á rannsóknarstigi en við viljum svolítið skapa ákveðinn ramma í kringum ekki bara þannig kolefnisbúskap sem kemur til fyrir tilstilli bændaskóga, heldur einnig svolítið átt okkur á bara hvaða áhrif við getum haft á uppgræðslu og bindingu kolefnis almennt í jarðvegi og þá skoðum við svolítið hvernig hægt að nota til að mynda lífkol, hvernig hægt að nota ákveðin áburð sem kannski hendur ekki túnin okkar og annað til þess að fara í frekari uppgræðslu. Þannig að þetta svolítið svona afurð þegar við erum kannski búin að setja okkar bestu hráefni í matvælaræktina fyrst, svo til viðbótar kannski í aðra ræktinu eins og skjólbeltarækt eða litla aðra trjárækt á landinu okkar og nýta svo þá kannski restina betur þannig að það verði þá ekki til losun
til að mynda út af þeim úrgangi sem fellur til í stéttin okkar. Síðasta aðgerðin snýst svo landnotkun beitar, það er að segja beitanýtingu, og þá viljum við leggja áherslu á að nýting lands til beita verði þá betur skipulögð. Og þá erum við svolítið að tala bara það samspil á milli losunarþátta, framleiðni gripa, en sömuleiðis þá sjálfbærri nýtingu lands. Þetta náttúrulega, við erum búin að heyra alls konar umræður beitanýtingu og áhrif hennar á loftsvæðið, en við viljum svolítið leggja áherslu á það að eins og segið, að með því að vera með áreiðanleg gögn það hver raunveruleg þróun landgæða fyrir tilstilli beitar, að þá getum við svolítið fara að tala hvernig beitinni sé stýrt. Þverlega áhersluatriðin, hér tölum við myndgreiningu, það þýðir við viljum átta okkur betur á því hvað í gangi, hvers konar lífmassar að myndast hvar, hvernig breytingin í landinu, hvaða land framræst, hvaða land í landbúnaði, hvaða land hentugt til landbúnaðar og ekki í landbúnaði, og þar fram til götunum reyna svolítið að nýta betur nútíma tækni til þess. Við erum með verkefni í gangi, pilotverkefni í gangi varðandi aukna orkuöflun bænda, og þar sjáum við kannski svolítið sérstaklega í ylræktinni fyrir okkur að mögulega finna leiðir til þess að auka orkusjálfstæði þeirra sem orkukræfir eru. Einnig snýst þetta svolítið, erum við með verkefni í kringum hringrásarhagkerfið, það er að segja fullnýtingu hliðarstrauma, og þar erum við að tala svolítið þessa aðföng, hvernig getum við svolítið tryggt það að við séum með einhverja úrgangsstrauma sem að koma þá í betri og betri mynd aftur inn í landbúnað, og ef straumandi sé ekki hentuð til þess, hvernig þá frekar hægt að nýta það, eins og til dæmis eins og við töluðum í landgræðsluna, og svo náttúrulega síðast en ekki síst bara að átta okkur á því bara hvernig við getum nýtt aðferðafræði lífrænnar ræktunar. Við þurfum náttúrulega ekki alltaf votta fyrir öllu, en mögulega hægt að nýta frekar, svona hugmyndafræði eins og skiptirækt og annað slíkt sem að gæti orðir og bara buddin undir bóta. Já, þetta var allt og sumt, ég segi ekki allt og sumt, þetta var alveg góð yfirferð,